Ég ætla að sýna örstutt dæmi hvernig hægt að nota Power Automate til að búa upp til sjálfvirk flæði innan Microsoft 365. Power Automate verkfærið sem að þið getið séð hérna í lengst til hægri þriðju röð er mjög öflugt tæki til þess að gera alls konar sjálfvirkni. Það sem að ég ætla að gera er að ég ætla að láta Power Automate hlera eftir því þegar að form eru sendin, þegar niðurstaða á formið er sendin, hvort að ákveði gildi sem ég vil fylgjast með, hvort að það sé sendin. Og ef að það er sendin þá vil ég fá tölvupóst. Skal útskýra aðeins betur. Hér er form sem heitir valáfangar á haustönn 2004. Nemendur velja valáfanga með því að lesa lýsinguna og svo haka þau við, ég vel þennan áfanga eða ég vel ekki þennan áfanga. Nú, hérna er ég með valáfanga sem heitir FabLab og ég vil bara svona meira til gamans fá tölvupóst, láta mig vita í hversin sem nemandi velur þennan áfanga. Það er að segja í hversin sem niðurstöðunar úr þessari spurningu í þessu formi eru ég vel þennan áfanga. Og til þess þá fer ég hér og ég opna Power Automate og í Power Automate þá kemur þessi skjámynd fyrst upp. Getur litið öðruvísi hjá þér því að Microsoft er alltaf að breyta þessum hlutum hjá sér. Það sem ég er að búa til heitir flows eða svona flæði, svona sjálfvirkni og það eru ýmis flow hægt að búa til. Það er að búa til alls konar flæði. Þannig að ég get valið úr alls konar sniðmátum hér, sjáðu, templates. Til að mynda get ég búið á mjög auðveldan hátt til flæði sem að vistar viðhengi úr tölvupóstum sem eru sendið til mín úr outlook.com inn í OneDrive og já, þú sérð alla möguleikana þarna og þeir eru ansi margir. Það er að búa til ótrúlegustu flæði og þetta er mikið notað til þess að vinna að svona sjálfvirkni væðingu. Ég ætla að fara hér í Home því að í staðin fyrir að gera þetta flæði frá grunni þá ætla ég að nota eins gervigreindina og ég ætla bara að segja hvað það er sem ég vantar. Send an email, ég reyla bara að lýsa forminu. When a Microsoft form is submitted. Ég þarf ekki eins og að klára þetta. Send an email and post a message when a form is submitted. Eða hérna, let me know in an email að ég þarf ekki að posta skilabóðum. Skulum sjá bara, ég ætla að velja þetta og Microsoft leggur til að triggerinn, það er það sem að veldur því að flæðið fer á stað. Það er bara þegar að Microsoft Forms eða niðurstaðir er sendið gegnum Microsoft Forms þá fáum við niðurstöðunar, hvað það inniheldur og sendum tölvupóst. Já, til fínt. Ít á next. Alla tengingar eru til staðar til þess að geta búið til svona flæði þá þarf Power Automate að vera tengd viðkomandi þjónustum eða ætlar að búa til flæði sem tengist til að mynda Gmail þá verður þú vera búin að gefa Microsoft Power Automate heimild til þess að lesa sjálfvirkt gögn úr Gmail. Þannig ég smelli hér á Create Flow og hérna kemur þetta. When a new response is submitted, þetta er triggerinn, þetta er gikkurinn, þá fáðu niðurstöðunar úr svarinu og sendu mér tölvupóst. Nú þarf ég bara svona aðeins að tvíka þetta til, þannig ég smelli hérna. Ég vil náttúrulega ekki fá tölvupóst bara þegar einhver form er fyllt út, þannig að hérna get ég valið bara öll formin mín. Valáfangar á haustönn 2024, flott, þá er það komið, enda þú sér það villubóðin eru farin. Get response details, það vantar hérna bara formið sjálft inn, form ID, response ID, það sem er verið að gera, hún er bara ná í niðurstöðunar. Senda tölvupóst, en þetta hér þarf ég að bæta inn á, eins og ég vil ekki fá sendingu bara þegar að formið var fyllt út, þetta ákveðna form, ég vil fá niðurstöðu þegar að þessi ákveðni reitur innihelt ákveðið svar. Þannig að hérna þarf ég að bæta við einhverja aðgerð. Aðgerðin sem ég ætla að nota er svona skilyrði, svona condition. Ég get leitað eftir hérna, satt bara condition, eða ég get farið hér í control og valið condition hér. Þú lærir þetta smám saman, þetta er svona pínlítið eins og myndræn forritun.
Þannig ég smelli hér condition og hvaða skilyrði vill ég hafa? Jú, ef ákveðin reitur inniheldur ákveðið gildi þá verður svarið true og þá vill ég eitthvað gerist, annars vill ég ekki að neitt gerist. Þannig að ég smelli hér choose value og fer á þessa þrumu eða hvað sem þetta og það mikið að reytum í þessu formi, þannig ég ætla að sjá hérna see more og ég ætla að finna þetta FabLab mitt. FabLab hérna. Ef að svarið í FabLabinu, eða svarið við þessari spurningu nú þarf ég kannski að rifja þetta aldrei upp hvernig það var, ég vel þennan áfanga. Það fínt að kópera það bara, fyrir aftur tilbaka, gæsalappir, ég vel þennan áfanga, svona. Þannig að ef þetta satt, þá framkvæmur hún þetta hér. Ef þetta ekki satt, þetta rangt, þá gerur hún ekki neitt. En til þess að hún sendir póstinn, þá ætla ég að draga þetta hér inn. Sjáðu, ef þetta satt, þá sendur tölvupóst. Þetta svona bara myndra en forritun. Og þá smelli ég hér á þetta til að laga to sfj@fb.is, ég vil að tölvupóstinu fara til mín, ég vil að subjectið viðfangi sé ný skráning í FabLab val á fanga og í tölvupóstinum á bara að standa nemandi hefur skráð sig í FabLab. Opnaðu formið til að sjá. Ekkert meira. Já, eitthvað hef ég ekki gert þetta rétt, hvernig vill hann þetta ekki use SFJ og custom value, já, komið. Þannig að hér þetta flæði sem ég búin að búa til og þessi flæði geta verið miklu stærri, viðameiri, flóknari, tengst verkfærum sem fyrir utan Microsoft 365 en þú getur séð svona í bara fljótu bragði hversu öflugt þetta verkfæri Þú getur farið hér í flow checker til þess að pröfa hvort það sé einhverja villur beinlínis í forminu eða í flæðinu segja, við getum vistað það og svo fer ég hér tilbaka og ef ég fer hér í my flows þá það komið þangað. Ég get smellt á edit. Já, og þetta nú þetta bara komið í virkni. Þegar þetta form hérna sent inn, þá tjekkar flæðið, býtu hvert var gildi í þessum reit og ég sendi honum fjallar í post eða ekki. Og þannig getur við sé hvernig, þetta mjög auðvelt, einfalt dæmi það hvernig flæði, svona sjálfvirkni flæði virkar. Og ég legg nú til að fólk sem vilja kynna sér þetta betur, sitjist aðeins niður við þetta og læri almennilega á þetta. En ég kem kannski með annan dæmi til viðbótar, en ég ætla að láta þetta duga í bili.